Þá það 8. dagskrárliður Hagahverfi umsókn skipulagsbreytingar. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Lögð var fram tillaga að deiliskipulagsbreytingum fyrir Naustahverfi 3. áfanga, Hagahverfi, í samræmi við tillögur skipulagshönnuðar. Tillagan dagsett 18. janúar síðastliðinn og unnin af Árna Ólafssyni hjá Teiknistofu Gylfa Guðjónssonar og félaga. Skipulagstillagan var auglýst frá 14. febrúar með athugasemdafresti til 28. mars 2018. 11 athugasemdir bárust. Skipulagsráð tekur undir athugasemdir hvað varðar breytingar á lóðum 1, 3 og 5 við Nonnahaga og fellst á að falla frá þeim breytingum. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan þannig breytt verði samþykkt og sviðsstjóra skipulagssviðs falið annað gildistöku hennar samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 með síðari breytingum. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu. Orðið er rest. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara koma hérna upp til að vekja athygli á bókun tveggja fulltrúa í skipulagsráði. Það var annars vegar fulltrúi Samfylkingar og hins vegar fulltrúi Vinstri grænna varðandi staðsetningu húsnæðiskosta fyrir heimilislaust fólk. Ég vil bara segja að ég vil bara taka undir þessa bókun hjá þessu fólki. Mér finnst mjög mikilvægt að þessi komið fram við alla íbúa bæjarins af virðingu og ég ætla bara að fullyrða að það bara fullreynt að nokkurri manneskju batni við að vera ýtt út úr mannlegu samfélagi og samskiptum. Og mér langaði að deila því með ykkur að ég hef sjálfur reynslu af því að starfa á heimilum fyrir karlmenn með alvarlega geðsjúkdóma, annars vegar á heimili þar sem varu bann við vímuefnaneyslu og hins vegar heimilega sem var unnið eftir hugmyndafræðinu skaðaminnkandi nálgun. Og bæði þessi heimili voru inni í miðju íbúðahverfi í Reykjavík og ég get fullyrt það á þeim tíma sem ég starfaði þar þá höfðu íbúar ekki nokkur einustu neikvæð áhrif á nágranna sína. En ég get alveg skilið ótta fólks við hið óþekkta og ég ætla bara að segja að ef við einangrum okkur innan fólk sem er mjög líkt okkur sjálfum þá verður reynsluheimurinn alltaf minni og minni og óttinn alltaf stærri og stærri. Og þetta er ekki uppskrift á góðu samfélagi. Og þess vegna vil ég taka undir með þessu og beina því til meirihlutans að gera ráð fyrir sómasamlegri og mannsamandi aðstöðu fyrir allt fólk í okkar skipulagi bæjarins. En að því sögðu þá vil ég segja að staðsetningin sem ræðir er ekkert sérstaklega góð, þannig ég mótmæli ekki þessari breytingu, en ég hvet skipulagsyfirvöld til að taka málið föstum tökum í stað þess að láta þetta mál veltast í kerfinu í reiðileysi. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Undir þessum dagskráli þá fylgir bókun sem að bæjarfulltrúi Sóley Björk ítrekar og vekur athygli á. Í mínum huga er hún ekki mjög skiljanleg þessi bókun, frekar óskiljanleg. Ég veit ekki alveg hvað höfundarinnar eru að fara, en eitthvað í lok hennar eru kaldar kveðjur til íbúa í þessum bæ. Þeim eru gerðar upp skoðanir sem ég veit hafa ekki, má vel vera einhverjir, en til hópa eru íbúar og væntanlegir íbúar Hagahverfis gott og sómakært fólk sem að vill taka þátt í samfélaginu og veit það ósku vel að við verðum að hlúa að þeim sem að veikastir eru. Það snýst ekki málið. Reyndar í loka sinni tölu hér áðan að þá hittir bæjarfulltrúi Sóley Björk naglann á höfuðið. Þetta var bara ekki góð staðsetning. Það var meðal annars það sem að margir voru að mótmæla og þessi umræðu öll spratt út af. Þannig að ég er bara frekar ósáttur við þær köldu kveðjur sem að íbúar og væntanlegir íbúar í Hagahverfi eru að fá með þessari bókun. Takk. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Bremi Jón hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég held að við viljum nú öll finna lausn á þessu máli. Og ég svo sem ítrekka það hérna líka í þessu stól að ég vildi fá að sjá þessi smáhúsi bara rísa strax það sem var upprunalega fundið staður til
og svo varum við að finna langtímaplan á okkur stað þar sem við getum fundið endalega lausn á. En ég kom nú ekki til að tala um það. Ég er svo sem alveg sammála því að þessi staðsetning var ekki hentug, það var ekki vel af málinu staðið og vont að koma með þetta eftir á inn í skipulag sem búið er að selja lóðir til og sjálfsagt að hlusta á athugasemdir íbúa að sjálfsögðu. En það er aftur á móti annað þarna sem ég áttaði mig ekki alveg á, og það er líka búið að fella út þjónustukjarnann á lóð 1 og 3. Það er verið að taka allt tilbaka, bókun, lóð 1, 3 og 5, það er verið að taka tilbaka allar breytingarnar. Þannig að nú er bara konar þarna 3 einbýlishúsalóðir og þjónustukjarninn er dottin út líka. Og tel ég afar brýnt og honum sem fundi staðsetning strax. Því að það er engin, hann fellur út og dettur út af kannski ósanngjörnri umræðu smáísinn, og þá líður þjónustukjarninn fyrir það líka. Hann hefur heyrti að fyrsta lóðir hann á þessu reit sé útdeild, það sé ekki með útlutinni, og það er hugsanlega mögulega að færa þjónustukjarninn þangað. En þá tel ég bara óskætti því að við förum strax í þá vinnu og finnum þessu þjónustukjarninn líka stað og gerum það bara strax. Hefði gjarnan viljað sjá það gert í þessari sömu breytingu. Hann hefur verið færður til þá þangað og hafi verið auglýst. Ef það á að færa hann þangað. En það er ekki síður mikilvægt mál að þjónustukjarninn fái þá staðsetningu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Björgvin Jón hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil koma hérna upp og taka undir orð bæjarfulltrúa Baldvins Valdimarssonar og hluta til líka orð bæjarfulltrúa Björgvins Jóns. Það er alveg morgunljóst að við þurfum að finna þessum þjónustukjarna fyrir fatlaða einhvers staðar stað, og þessi lóð sem merktir 18 í þessu skipulagi. Hún gæti alveg þjóna því hlutverki, en það er þá eitthvað sem þarf að koma í verk. Það sem er hins vegar kjarninn í þessari umræðu allri og þeirri umræðu sem fór af stað eftir að þessi deiliskipulagstillaga kom fram, er kannski það að við erum allt og oft að breyta deiliskipulögum hér á Akureyri. Og það er alveg ljóst að þessar breytingar allar, þar hafa gríðarlega áhrif á framkvæmdir. Geta haft í för með sér töluverða kostnaði að mörgu leyti. Ég held að það er eitthvað sem við þurfum að breyta og bæta hér í skipulagsvinnunni og skipulagsferlunni hjá okkur. Og ég held að það sé bara eitthvað sem er verðugt verkefni fyrir nýja skipulagsstjóra að skoða og vinna að við náum að búa til skipulag hérna, til dæmis í síðuhverfinu á þessum reit sem þarf á að fara að skipuleggja, þannig að við þurfum ekki að gera eins rosalega margar breytingar eins og er verið að gera núna í Hagahverfi og var gert í Naustahverfi líka. Þannig að ég held að maður þurfi að greina aðeins hvað það er sem veldur því að það er þessi þörf kemur upp. Getur það verið að hönnuður er ekki að hlusta á verktaka eða þá sem hafa innsýn í markaðinn og velta fyrir sér því möguleikunum sem eru framundan eða þörfinni sem er að myndast. Ég veit ekki hvað það er, en þetta er eitthvað sem þarf að skoða. Svo langar mig til að óska eftir því að við hættum að tala um smáhýsi. Ég vil fara að tala bara bara húsnæði og húsnæðisúrræði fyrir fólk í neyslu sem dæmi. Við erum með slíkt úrræði í gangi. Við gleymum því alltaf. Og það er eins og það hefur orðið einhver vakning hérna daginn þegar að Daninn kom og lýsti þessu housing first dæmi í Kaupmannahöfn, og við komum svo bara að því þegar maður fyrir að skoða dæmi hér að við erum bara ljósárum að hluta til á undan í þeirri þróun. Þetta er ekkert nýtt hérna á Akureyri. Það er verið að gera marga mjög góða hluti, en vissulega getum við gert betur, og ég held við ættum að fara að einbeita okkur að því að fara að byrgja brunnin áður en að fólk eftir í hann og fara að koma hér upp einhvers konar heimili sem bara tekur við fólki sem er að koma til dæmis úr meðferð eða einhverju slíkri
meðferð sem dæmi og hjálpa því til að standa á eigin fótum. Við höfum mörg dæmi það að þetta fólk að hrynja beint í rennusteinin aftur, því miður. En þetta fólk þarf að sjálfsögðu að eiga möguleika á mannsæmandi úrræðum og ég held við séum öll sammála það, en þetta var ekki leiðin. Það alveg á hreinu. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason í lokin máls. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fyrir einhverju síðan þá ræddum við hér málefni þeirra sem hafa ekki í nein hús að venda og vísa bara í þá umræðu og ég vil nú ekki taka athyglina af því að hér hópur fólks því miður sem hefur ekki í nein hús að venda og það vill enginn hafa það í garðinum hjá sér eða í götunni sinni eða við hliðina á sér. Ef maður skoðar athugasemdirnar sem koma sem komu meðal annars frá þeim sem eiga lóðir eða húsnæði á þessu svæði, að þá líka hægt að tala það, því það var vísað í það hér að bókun fulltrúa Vinstri grænna og Samfylkingarinnar í skipulagsráði væru kaldar kveðjur til íbúana, að þá kannski líka því miður kaldar kveðjur til þessara einstaklinga sem eiga ekki í nein hús að venda í athugasemdum íbúa og eigenda lóða á þessu svæði. En við skulum nú ekki vera þrætt það. Við höfum eins og hefur komið fram í málum annarra bæjarfulltrúa að hér hópur sem ekki með nein úrræði. Við eigum erfitt með að finna þessum einstaklingum stað í samfélaginu. Þessir einstaklingar þeir ekki að fara neitt annað en að vera áfram heimilislausir á Akureyri. Því miður ekkert sem sýnir fram á það að það sé eitthvað að fara að breytast í samfélaginu, að við getum verið að koma í veg fyrir að einstaklingar séu í þessari stöðu sem þeir eru í þegar þeir eru orðnir heimilislausir. Það líka svolítið sérstakt að það líka verið að tala það að það sé ekki við hæfi að hafa þjónustukjarna inn í íbúðahverfi. Fólk sem býr í þjónustukjarna, fatlað fólk, á það þá ekki rétt á því að búa innan aðra íbúa. Þetta heimilið þeirra. Og við höfum hér á Akureyri alveg haft það sem var kallað sambýli áður fyrir og heitir núna þjónustukjarnar inn í íbúahverfum og ég veit ekki til þess að það hafi verið einhverju verri nágranni en hver annar. Þannig að við þurfum að passa umræðuna, að hún fari ekki að snúast það sem meðal annars því miður var umfjöllunin hér í samfélaginu fyrr í vetur. Ég tek sannarlega undir það sem bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason sagði hér áðan að hægt að tala smáhúsi. Þetta að sjálfsögðu félagslegt húsnæði fyrir íbúa bæjarins og eins líka ég bara velti fyrir mér það sem líka bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason talaði hérna áðan, hann var að tala að breytingar í deiliskipulagi væru algengar á Akureyri en annars staðar. Höfum við einhverjar tölur það eða gögnum? Það væri rosa gott að vita það, því að mér bara fýsir að vita það. Það eitthvað meira hér á Akureyri en annars staðar þar sem verið að gera breytingar á skipulagi? Því að eitt af því sem við ræðum þegar við erum að tala skipulagsmál að það eitthvað skipulagt og líður kannski langur tími þangað til að allt skipulagi komið í framkvæmd og það gerist eitthvað í samfélaginu og við viljum gera breytingar, að þá sé skipulag ekki meitlað í stein og það sé hægt að gera breytingar. Og breytingarnar eru kannski ekki það ekkert slæmt við breytingar, við höfum ekki verið hrædd við breytingar, en auðvitað ef það grundvallar breytingar á einhverjum skipulagi, þá auðvitað það miklu stærra mál. Og ég vil líka taka undir það sem bæjarfulltrúi Preben Jón sagði hér áðan með það að mann svona undrar það að það verið
taka fyrir viðbyggingu í íbúðahverfi en það er ekki verið að taka fyrir þegar verið að setja hótelbyggingar inn í til dæmis Listagilið. En það er kannski bara breyting á einhverju skipulagi sem ekkert slæm, ég skal ekkert segja það, en bara annars takk fyrir umræðunar. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég get nú tekið undir mest allt sem hefur verið sagt hérna núna undir þessum lið, en við höfum verið að glíma við það að finna úrræði fyrir þessa einstaklinga sem eiga ekki í nein hús að venda. Við höfum svo sem gripið til úrræða líka, við höfum verið að kaupa íbúðir, félagslegar íbúðir og farið í að breyta og færa til þess að koma þessum einstaklingum fyrir. En það er mjög mikilvægt að í skipulagi bæjarins sé gert ráð fyrir slíkum úrræðum. Og það er erfitt að koma inn á þegar skipulagt svæði og setja slík úrræði inn í hverfi, þar sem einstaklingar eru búin að fjárfesta í lóðum og jafnvel íbúðum. Og því er verið að bregðast við núna og taka tillit til þessar athugasemda varðandi þessi hús, þetta húsnæði. Það sem kemur kannski ekki fram í bókunni undir þessum lið er að hönnuðinum, honum var falið af skipulagsráði að skoða staðsetningu þjónustukjarnans á syðstu lóðunum á svæðinu. Það er semst við innkeysluna í hverfið, þannig að það á að koma þjónustukjarni inn í hverfið. Það er ekki verið að falla frá því. Það er allavega mat ráðsins að hann væri best staðsettur syðst. Varðandi breytingar skipulagi þá tek ég alveg undir það að það er aldrei gott að breyta of miklu þegar búið er að skipuleggja hverfi, en það þarf samt sem áður líkt og bæjarfulltrúi Sigríður kom inn á hérna áðan, það þarf að geta tekið mið af þróun og breytingum í samfélaginu hverju sinni, líkt og við höfum verið að gera. Við höfum verið að minnka íbúðir og fjölga þeim í fjölbýlishúsum þar fram eftir götunum, þannig að en vissulega þarf að þetta vera ígrundað vel áður en tekinir ákvörðun breytingar. En ég vildi bara koma svo framfæri. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég held ég hafi ekki sagt að það væru fleiri skipulagsbreytingar hér mér vitanlega heldur en annar staðar. Það sem ég var hins vegar að benda á var það að það væru gríðarlega margar breytingar verið að gera á deiliskipulagi hér á Akureyri. Og ég nefni þetta vegna þess að ég heyrði haft eftir nýjum skipulagsstjóra þar sem var að veltaði fyrir sér hvort að svona mikla breytingar á deiliskipulagi var ekki að valda kostnaði hér og þar í kerfin. Ég hef það nú ekki staðfest eftir honum, en þetta er það sem ég heyrði. Og ég vil líka minna á það að þegar að deiliskipulag fyrir Hagahverfið, fyrir hlutann, lá fyrir, þá voru mjög margir verktakar sem að gagnrýndi það deiliskipulag í mín eyru fyrir það hvað væri stórar og óhentugar íbúðir í þessu hverfi, og það lægi alveg fyrir að það þyrfti miklu meira af minni íbúðum. Og það er líka svo staðreyndin. Við erum búin að vera að breyta nánast öðru hverju húsi ef ekki fleiri húsum með það að markmiði að fjölga íbúðum í þeim. Það hefur allt gengið út á það. Og þess vegna nefni ég þetta, vegna þess að þetta kemur ekki bara úr lausu lofti. Ég er ekkert að grípa þetta úr lausu lofti, en mér finnst mikilvægt að þetta verði skoðað. Og það er ekkert skipulag þannig að það eigi ekki að vera hægt að breyta því ef að nauðsyn kallar. En þetta er orðið dálítið mikið að mínu viti. Ég veit ekki hvað ykkur finnst. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Það sem ekki fleiri á kassi hljós og göngum til atkvæðagreiðslu. Þessi geta samþykkt þess að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.